markmið okkar í dag þetta er bara klukkutími, þannig að ég fer mjög hratt yfir. En markmiðið með þessu er að geta skrifa góða, eftir daginn núna, þá áttu að geta skrifa góða kennsluáætlun, allan að vita hvað á verið í henni, móta skýr hæfniviðmið, samræmt námsmat við hæfniviðmiðin, áætla raunhæft vinnuframlag nemanda og ný spunagrunn til samstarfsfélaga og sett upp aðgengilega og skýra umgjörð í Canvas. Og þetta er tvískipt, þannig fyrir hlutanum þá ætlum við að tala um kennsluáætlunina og seinni hlutanum Canvas og svo í lokin höfum við svona smá samantekt og spurningar. Og eitthvað svona sem að ykkur finnst vant inn í þetta núna, með við hvað við vorum að tala um? Það er alveg sér námskeið Canvas eða ekki síðar? Hvað segirðu? Er ekki annað námskeið Canvas og notkun þess? Jú, við erum með ég er með tengil á svæði þar sem við erum með svona grunnnámskeið í Canvas, þar sem við svona að fara sjálf í kring og svo er alveg fullt af vinnustöðum og fleira Canvas og tengt í framhaldinu. En ekki sem hluti kannski af þessum undirbúningsnámskeiði. Nú erum við bara svona að taka á móti ykkur og aðeins að tala um svona hvernig maður byrja kennsluna. Heyrðu, þannig að nú Málið það eru sumir sem kannski skilja ekki íslensku. Það spurning hvort það verður í boði þá á einhver tíma. Það á föstudagsmorguninn klukkan 9. Okay, so can you say it in English? Because maybe they don't, yeah. If you don't know Icelandic, you can come to Setberg at Friday morning at 9 o'clock, and we have the link to it in the chat. We have already got a question in the chat and it's linked to the event next Friday morning. Thank you very much. You're welcome. And thank you for asking, Juan. Gracias. Sorry, because I don't speak Icelandic also. There going to be another event which is going to be in English? Yes, on Friday morning. On Friday morning, where we already answered the link? In the chat, Fagia. And it is I didn't see any reply. No. You don't see it in the chat? No, I didn't receive a reply. Strange. I was transferred in another room, and then okay. Here. Okay, now I see. Okay. Maður sér það ekki í chatinu ef maður var ekki í aðalsíðinu á meðan það var sett inn. Yeah, okay. Sorry. Yeah, you see. Thank you. You're welcome. I'll see you on Friday. Yeah, bye. Það sem ég ætla að benda ykkur á að við erum með vefsíðu á setberg.hi.is og þar til dæmis farið í skipula og hönnunnámskeiða og þið sjáið það ekki hreyfinguna í glærunni hjá mér, ég með svona smá vídeó, flott. Þannig ég bara svona aðeins að skrolla í gegnum síðuna, þannig að þið sjáið hvað þarna eru markmið og matsaðferðir og fullt af bara mjög gagnlegum hlutum. Og ástæðan fyrir þessi vefur heitir Setberg að við erum stödd í húsi sem heitir Setberg. Þannig að endilega kíkið inn á setberg.hi.is. Það þetta mætti vera meira efniðar en það sem er gott. Þannig að þarna til dæmis verið að tala um nemendamiðaða hönnun og það nemendamiðuð námshönnun þýðir það að þá setja námskeið þannig að það sé að styðja við þau hæfniviðmið sem liggja til grundvallar náminu og kennsluáætlun þarf að vera skýr og það kemur rosalega skýrt fram hjá að þegar við erum að gera svona netkannanir og fleira meðal nemenda að ef kennari skipular setur þetta skýrt fram þá eru nemendur ánægðir og það ekkert að þá alveg öllu mál að skipta nákvæmlega hvernig hlutinir eru settur upp meðan eða hvar þeir eru og annað slíkt eða hvernig þeir eru settur upp meðan þetta allt ofsalega skýrt og skipulagt og kennari standi við skipulagi líka. Það sé ekki verið að breyta því. Og þannig að hugsa svolítið út frá nemandanum þegar að setja upp, þannig að það sé svona skýrt og aðgengilegt fyrir nemandan. Og þegar við erum að tala um kennsluáætlunina, þá erum við að tala svolítið að þetta sé svona vegvísir. Kennsluáætlun vegvísir, þetta er svona samningur við nemandan
og þetta svona landakort fyrir námskeiðið. Þannig að þetta ekki bara svona setjum við ætlum að fara í þetta og þetta lesefnið. Við þurfum að hafa hæfniviðmið og hún er í kennsluskrá, þannig að væntanlega eru þið ekki kannski að breyta því mikið núna, en það svo þið vitið að það er hægt að breyta núna uppsetningunni í kennsluskrá. Þannig að það alltaf opið fyrir það 2 ár held ég á ári. Þannig að ef það vilji breytingu, smá í lýsingu eða hæfniviðmið eitthvað, þá tækifæri til að gera það núna. Og svo þetta hvað kennsluaðferðir að nota, námsmatið og þannig að þetta svona stjórntækið eitthvað raunverulega. Og nemendur líka geta það að vita hvað að gera og geta skipulagt fyrir önnina skiptir rosalega miklu máli að kennsluáætlun sé svolítið vel uppsett. En svo kemur vandamálið, hvað á að vera í kennsluáætlun? Þar ekkert alveg allir sammála. Ég tók hérna leiðbeiningar sem við erum með, ein frá þessari Setbergsvef. Þar heitir þetta grunnupplýsingar, stefna og reglur, kennslusýn, tengsl, hæfniviðmið, lesefni, vinnuálag, námsmat, námsvenjur. Hérna önnur, þetta sniðmát sem að ég vann með kennurum á menntasviði og þeir hafa verið að nota sniðmát inni á Canvas í það sem heitir opið efni eða Commons og það að ná í þetta þar. Og hérna sem sagt frá kennslusviði sem ein síða líka sniðmát í Canvas og þetta tók ég svona bara frá henni Guðrúnu Geirsdóttur sem gúrun okkar í háskólakennslufræði úr einu námskeiðinu sem hún að kenna núna. Þannig að þið sjáu það að þetta getur verið svolítið mismunandi uppsettar kennsluáætlanir og auðvitað eru námskeiðin ólík og mismunandi kröfur og annað slíkt en það alveg ágætt að hafa eins og eitthvað svona hvað kröfur gerð akademiska kröfur að sé ekki verið að svindla og svo það sem vantar í þetta núna að því að það notkun gervigreindar. Ég myndi segja að það væri alveg must núna. Að því ég að vísa í eitthvað sem til fyrir að þá ég ekki að bæta því við en notkun gervigreindar hvernig nemendur mega vinna með gervigreind að það komi fram í kennsluáætlun. Þannig að bæti því við og þið þurfum auðvitað að taka ákvörðun það hvernig þau mega vinna með gervigreind. En ef að þið með alls ekki vinna með gervigreind sem auðvitað í einhverju tilfellum það sem að þið verður vissum að sé að læra eitthvað X, akademísk skrif og eitthvað, þá getum við eiginlega ekki sannað ef þau nota gervigreind. Þannig að við þurfum svolítið að bara hreinlega fara að gera ráð fyrir að sé að nota gervigreind og kenna þeim að nota gervigreind, því annars eru þið að setja ykkur í svolítið bara hreinlega bobba en í einhverju tilfellum þá getur verið að bara höfða til heiðarleika að megi ekki nota gervigreind. Þannig að, en takið það fram og það getur verið að megi ekki nota í einu verkefni en í öðru, en ef þið sé að megi alls ekki nota gervigreind, þá þurfum við að vera viðbúið því að þið geti ekki sannað að þið hafi nota gervigreind ef þið hafi grun það. Og hæfniviðmiðin, að það sem skiptir máli við hæfniviðmiðunum að við orðuðum þannig að við getum mælt hvort kennarann hafi náð þessu. Ekki bara nemandinn afla sér þekkingar í. Það engin mæling í þekkingarhugtakinu. Þannig að hann geti greint helstu kenningar, geti beitt viðeigandi aðferðum, geti útskýrt með eigin orðum. Þetta allt eitthvað sem hægt að mæla, sem hægt að meta. Þannig að hugsið þetta alltaf út frá því, hægt að meta þetta, hægt að mæla þetta. Og ég til dæmis sjálf persónulega, þegar ég að kenna, ég glemdi nálega að kynna mig upp á því, að þá var að hugsa ég alltaf það að ég set alltaf líka hæfniviðmið fyrir hverja viku. Þannig að nemendur viti nákvæmlega í byrjun vikunar hvað þau geta gert í lok vikunar. Og það alltaf svona mælanleiki í því líka. En ég með aðeins meira hæfniviðmiðin, að þegar þau eru að skrifa hæfniviðmiðin, að þá eins og að vera alltaf með eftirnámskeið á nemenda geta og vera með svona 5 til 8 hæfniviðmið og þau auðvitað lýsa hæfninni, þannig að inn í hæfninu innifæli þekking og færni. Þannig að þetta eitthvað sem nemandinn getur gert að því hann þekki það og hann hefur færnina til að gera það. Þannig að þetta hæfnin sem hann búin að ná þegar hann þekkir orðið efnið og hefur orðið færnina til að nota það. Og ég setti hérna líka fyrir ykkur hér. Ég sýni ykkur á eftir hvernig þessi þríhyrningur þarna, þetta frá Bloom og þetta svona aðgerðasagnir sem að mér finnst rosalega gott að nota og þegar ég var til dæmis að byrja að skrifa hæfniviðmið í HÍ fyrir nokkrum árum síðan,
þá nýtti ég með svona sagnorðalista og það tengill hérna frá þessum tengli frá Setbergi á sagnorðalista. Að því að maður stundum svolítið svona fastur í að þekkja, nei, það gengur ekki. Þannig að hérna fær maður fullt af sagnorðum. Að bera saman, rökræða, þróa, sameina, byggja upp, skapa, aðskilja. Og ef þið horfið á hana þríhyrningina, sem að ég let gerfgreind hjálpa mér við að teikna upp, ég sýni ykkur á eftir promptið og hvernig ég gerði það, að þá byrjið á því, nemandinn byrjar þar, hann þarf að muna eitthvað, hann þarf að skilja það, hann þarf að beita því, hann þarf að geta greint það, og það getur skapað úr því og í lokin hann þarf að meta hvað hann gerði. Þannig að þetta svolítið góður þríhyrningur þegar maður er að byggja upp kennsluna sína, að hugsa þetta í þessum þrepum. Þannig að hvernig maður að kenna, maður byrjar á þessari þekkingu sem þurfa að muna og svo koll á kolli. Og síðan það gullna þrenningin, sem samræmingin, að verta alveg vissum það að það sé svona rauðu þráður í gegnum þetta og það hvað nemandinn geta gert og hvernig svona kennsluaðferðin til að þjálfa þetta hæfniviðmið sem eru með og svo í lokin hvernig metur þetta hæfniviðmið. Þú tengir saman raunar hæfnina og námsmatið. Og ef við tölum námsmatið, að þá erum við komin í það svona að það sé svona bæði sumir nota námsmatið þannig að það sé svona leiðbeinandi, að hver skipti sem nemandinn að gera eitthvað verkefni eða eitthvað, þá svona falnið leiðbeining, hann sé að bæta við sér þekkingu með að gera verkefnið, en svo líka bara pure próf þá sem úrst að mæla bara hversu vel nemandi man verkefnið eða námsefnið eða skilu það. Og þannig að það svona talað svona leiðbeinandi mat og lokamat og við notum lokamatið til að mæla svona lokahæfni og þetta svona mismunandi. Ég persónulega hrifnar að leiðbeinandi mati og nemendur svona, en þetta fer alltaf eftir námskeiðum og hvað þú ert að kenna. Það í sömum fugum, þá verðum við að hafa próf, við verðum að geta metið þekkinguna, meðan að kannski önnur fög kannski meira að meta skilningin og þannig að þetta svona pínlítið svona ólíkt. En hérna setti ég dæmi, þetta úr mínu eigin námskeiði. Og hérna ég með verkefnið, þið sjáu hérna dálkinn hæfni viðmið og ég litaði litunum, þannig að þegar ég að gera námsmatið mitt, þá hugsa ég ok, hvað ætla ég að gera og svo tengi ég hæfnin inn í og þegar ég gerir lýsinguna eins og hérna á þessu leitaverkefni, þá hef ég þau í huga að hæfnið með 2, 3 og 5, 2, 3 og 5, að það þarf að felast í verkefninu sem nemandinn að gera. Hann þarf að sýna mig fram á það að hann geti beitt leitatækni og leitastrengjum, hann geti notað sérhæfðar vísindaleitavélar og að hann geti metið gæði og áreiðanleika þess efni sem hann finnur. Þannig að ég hugsa þetta þegar ég að búa til verkefni. Og þetta finnst mér alveg frábært og þetta bara ofsalega mikið hjálpatæki að geta einhvern veginn tengt þetta svona saman. Þannig að ég mæli með því. Hafið þið eitthvað verið að tengja, að hugsa það að tengja hæfni við minn við þegar búið til námsmatið? Það allavega verður gaman að heyra í ykkur. Í rauninni ekki, en þetta hljómar mjög sniðugt. Og þetta líka svona, þegar maður að gera lýsinguna, það hjálpar manni líka. Ef hæfni við minn námskeið eru góð, skiptir aftur til máli. Já, ég sé fyrir mér að þetta getur verið svona svipað og með heimildaskrá að það á ekki að vera neitt í heimildaskrá sem ekki notað í megintextanum, að þá kannski skoða maður hæfniviðmiðin með aðeins öðru ljósi að kannski eitthvað hæfniviðmið í gömlu kennsluhöllunni sem að svo ekkert prófað á neinum tímapunkti í námskeiðinu og þá myndir sjá það betur ef þú gerir þetta kerfisbundið svona og tengir á milli. Algjörlega, mjög gott. Svo ætla ég að tala vinnuframlag nemanda. Ég veit ekki hvort þið hafið hugsað það, en til dæmis að miða við hverja einingu hvernig reikna út, það 25-30 klukkstundar vinnuframlag og baka hverja einingu og þannig að við erum með 10 einingar námskeið, það 250-300, en með 5 einingar helmingur næ. Þannig að það rosalega gott að hafa þetta hluta í kennsluáætlun. Og þegar þið eru að skipuleggja námskeiðar, nemendur stundum í námskeið, þið hafið örugglega upplifað sjálf að vera í námskeiðum, þið farið í 5 einingar námskeið eða 3 einingar, það eins og þessi 10 einingar, svo farið 10 einingar námskeið, það eins og þessi 5 einingar. Og það eins og bara kennarar gleymi stundum að hugsa einhvern veginn vinnálagið og fleira. Og það eru alls konar efni til að hjálpa manni.
Og svo þetta það að nemendur eru kannski ekki endilega og ég held bara sjaldnast að þeir séu að nýta alla þessa tíma. En það líka fyrir mann sjálfan þá að hugsa það, er nemandinn raunverulega að nýta tíman, eins og til dæmis þetta vinnuskýrsla frá einu nemanda frá mér, og sem í 8 eininganámskeið sem ætti að vera 200 til 240 og hérna 121 eining og þetta var frá einum af samviskustumustu nemandunum mínum. Þannig að, en auðvitað vinnur líka fólk misrætt. En þegar þið eru að mæla þessi tíma, þá mælið þið allt saman. Mætingu, lestur, undirbúning fyrir tíma, þið bara prófundirbúning, reiknið þetta allt inn í. Og hérna efni, inn á Sérbergi líka, það rosalega mikið efni þar. Viðmiðum vinnuálag og hérna mjög góð grein frá 2011 frá Baldri og Exiskja líka, sem ég byrjaði á að nota þegar ég var að þessu fyrst. Og það alveg niður í, ef þú ert með mjög flókið N-stefni þá áætlað svona margar blaðsíður á nemandann, ef það Íslandsstefni svona og svo framvegis. Svo bjó ég mig bara til út frá mínu námsefni, af því ég ekki með svona eitthvað þungt, ég með frekar hagnýtt námskeið, ekki svona þungfræðileg námskeið, þá bjó ég til sjálf reglur fyrir mig sem að ég út frá þessu. Þannig að svo svolítið áhugavert að lesa hérna greinar sem Edda Ruth hefur á Von, hún prófessor þar og hún hefur verið að skoða vinnuálag og búin að skrifa svona nokkra greinar það. Og það líka sko huglegt að ef það mikið að gera annað því að nemendum mikið álag í fjölskyldu og annað slíkt, þá finnst nemendum eins og vinnuframlagið sé ómikið og vinnuálag ómikið. Það er svolítið gott að gera svolítið meðvitið tímann sem eyða námið. Svo þau séu ekki alltaf fúlið því að við séum að gera einhvern veginn, láta þau gera ómikið, því að þau yfirleitt ekkert að gera ómikið. Og hérna til dæmis uppsetning úr kennsluáætlun hjá mér sjálfri, að það sem að því þið fáið, ég læti ykkur svo hafa linka á þessar glærur og þið fáið þar, þannig að þið getið alveg, ég sé stafsendingaöll hjá mér, þannig að ég ger þetta alltaf svona, að ég tek alltaf fyrst bara, hérna hef ég raunar aðskilið, ég veit ekki alveg út af hverju, en það þetta nóga bara námsefni, hef ég ekki aðskilið vídeóin og lesturinn. Það gerði það nú yfirleitt ekki, og svo námsmatið. Og ég hef yfirleitt námsmatið sko þá þess að 40 tíma en á milli þá reikna ég þá frá og til. En ég með mjög mikið hagnýtum verkefnum. Og svo tek ég svona með fjölda vinnustutta fyrir námsmatið og það svo oft þegar nemendur segja við mig, hvað átt að vera margar blaðsíður? Þá segi ég, þú átt að nota 15 eða þú átt að nota 57 klukkustundir í þetta eða þú átt að nota 45 til 63 hugsa þetta út frá því. Og nemendur fíla þetta. Þannig að við geta alveg verið með svona eitthvað viðmið, svolítið flex, en það aðalega hvað að því að þau eru líka misljóta að skrifa og vinna efni og fleira. Þannig að þetta svona bara dæmi fyrir ykkur sem að þið getið mögulega nýtt ykkur. Og hérna ég með svona þoli ekki gera stafsendingaöll, ég ætla ekki að benda ykkur á þetta. Þannig aðra. Gerðargrindina. Ekki allir búin að eitthvað að pæla í henni og ég hef byrjað að nota hana? Eitthvað, jú. Já, gott. Ég var alveg áhuga á sko þessu orði, spunagreind, gervigreind. Verið að reyna að koma inn orðinu spunagreind í háskólanum eða? Nei. Þetta þýðing á General Artificial Intelligence. Ok. Sko, gervigreindin svo mikið, hún sko machine learning og hún chatbotar og hún svo mikið sko, meðan að spunagreind þýðing á General Artificial Intelligence sem notað fyrir stóru málakunni eins og ChatGPT, Gemini, Cloud og svo framvegis. Þar sem að þetta allt svona módel sem hönnuð til að skrifa text eða vera svona skapandi skriftól og við erum búin að vera rosalega mikið að pæla í á þetta að vera mótandi gervigreind, á þetta að vera skapandi gervigreind og þetta svo sem ekkert endanlegt orð, ég held að sé enginn búin að taka það út, þetta það orð sem að ég kann best við, að því minnst að stytta, minnst leiðilega að segja skapandi gervigreind og svo hún ekkert skapandi þannig sé þó hún sé hönnuð sem skapandi tól, þá hún samt alltaf svona, hún ekki með eins og við erum með, sko hún hefur ekki það sem við höfum að geta farið út, hún bara að vinna með svona, gögn sem hún hefur verið mötuð af, þannig að hún ekkert svona með neina abstrakt hugsun.
Þannig að mér finnst þetta mest lýsandi, en sumir segja að spunagrunn sé neikvætt, finnst spuni neikvæður, en þetta alls konar eins og spunni upp leikrit og fleira sem maður gerði henni gamla dag oft. Ég veit ekki, mér finnst þetta ágætt orð, en þetta svona aðgreining, þetta að skrifa GI, þetta aðgreining á General Artificial Intelligence sem þessi risamáli, ChatGPT, Gemini og fleira. En takk fyrir að spyrja, frábært, elskar svona fólk sem spyr. Anna, já, en allavega, ég ætla að fara með ykkur svona bara aðeins svona í það að það hægt að fá svona tillögur efnistökum á verkefnum, það hægt að fá drög að hæfniviðmið á texta og það hægt að búa til drög að vikuskipulagi og það hægt að flýta fyrir svona alls konar. Hérna svona dæmi kvaðningar, það svona þýðing sem við erum að nota núna fyrir prompt, sumir kallar þetta skipanir, en það sem sagt að bara búðu til 5 mælanleg hæfniviðmið fyrir X, verkefni hannaði lítið leiðbeinandi verkefni, settu upp yfirlit fyrir eina kennsluviku, útskýrðu hugtak, þannig að þetta svona bara dæmi nokkur prompt sem þið geti, eða nokkra kvaðningar sem þið geti notað. Og hérna svona dæmi hvernig, sem sagt, ég notaði hérna Gemini 2.5 Pro til að búa til kennsluáætlun fyrir þessa vefstofu. Þið eru sem sagt að fylgja prógrammi sem að Gemini bjó til fyrir mig. Við María, hérna í kennslumiðstöð sem hérna með okkur núna, við byggum til svona lýsingu og svo setti ég þá lýsingu inn og fekk þetta út. Og ég notið ekki alveg 100% og það þarna líka sko, ég held ég að gleymt að segja í 60 mínútur samtals, það þarna alveg, ég á að vera held ég með ykkur heilan dag með þetta tímaplan. En þetta svona ein leið sem hægt að nota og hérna nota ég það til að búa til drög þessum glærum, það er líka sýningu það. Að þá setti ég bara inn búið til drög að glærum sem ég get notað til að styðjast við á þessu webinar sem ég var búin að tala á undan, þannig að ég að halda áfram, þannig að það sem ég ger hana rauða ringin í kring mitt prompt og þá koma drög að þessum glærum sem þið eru að horfa núna, maður notar þetta aldrei 100%, en þetta flýtir fyrir manni. Og það er alveg ótrúlegt hvað hún getur komið með, sem að spara manni tíma, alveg ótrúlegt sko. Þannig að þetta endilega bara að nota þetta og sjá hvað þið komist áfram með sko. Og síðan ætla ég að sýna ykkur hvernig ég gerði myndir. Já, má ég spyrja það einu? Fyrirgefðu, Margrét. Má ég spyrja það einu? Endilega. Hérna, ég hef verið að nota bara ChatGPT 4.0. Já. Gemini heldur að það sé eitthvað betra fyrir þetta eða? Sko, ég að nota sjálf ChatGPT og það var að koma núna útgáfa 5. Já. Og mér fannst orðið sko, ég nota eins og þetta myndina núna til dæmis ég nota ChatGPT 5. Þú hefur væntanlega verið að nota núna ChatGPT 4o og það sko, ég nota nokkur tól og mér hefur fundist núna Gemini betri að koma svona með kennsluáætlanir og svoleiðis, en ChatGPT líka og núna með 5-unni þá held ég að jafnvel þá spurning hvort við framfyrir. Því að Gemini 2.5 Pro fannst mér fara fram yfir ChatGPT 4o en núna ChatGPT 5 komið og þá var algjör bylting, en það bara var að koma þannig að ég bara sá allt inn á komið og var að fara að gera þessa myndi núna. Akkurat, takk fyrir þetta í huga að spyrja. Já, en það með myndinar, bara svo þið vitið að það yfirleitt betra að nota ensku á myndunum. Það eitthvað og Gemini segir það, raunar, ég ætla að sýna ykkur, en allan að sjáu hvað þetta var einfalt að gera hérna þríhyrning, teikna upp þríhyrning, svarta línu, og svo bara, en ég ákvað það, en þetta svona eins og segir tala sköpun, það raunar, ég ætla að fara að teikna þetta í Illustrator, var byrjuð, svo alltaf útrúlega ég ekki bara sé hvað gerðurgreindi gerir þetta ekki. Þetta var hugmyndi mín og ég fæti ekki, þetta ekki alveg nákvæmlega svo ég hefði gert þetta sjálf, en mjög svipað, að ég vildi fá svona stiga inni sem færi svona upp. Og þannig að ég á hugmyndina þá þetta komið þannig. Þó ég láti ChatGPT vinna fyrir mig, en ég sparaði mér, hálftíma vinnu í, kortæðs vinnu í, var að þessu innan við 5 mínútur í staðin fyrir að vera að þessu í hálftíma, sko. Og hérna ég með svona dæmi hvernig ég gerði kvaðningu í Gemini. Þetta svona glæran, ég afrið hana bara inn
skrifa bara kvaðningu fyrir þessa mynd, af því hún stakk upp að ég myndi vera með mynd í Gemini. Og svo bara kemur hérna kvaðningin sem kemur og hún kemur bæði með íslensku og ensku. Ég hef ekki séð það áður, mér finnst það svolítið cool. Ég yfirleitt vanur að spyrja ChatGPT að búa til kvaðningar fyrir mig. Ég held sér fyrst skipti sem ég prófa að láta Gemini gera það. Og þá hérna kom hann með þessa ítalegu lýsingu hérna og hann sagði að veri betra að nota enskuna, svo ég setti hana inn í ChatGPT og fekk út þessa hérna mynd. Þannig að ég hef búin að ánægja með þessa mynd, það er ekki skemmtileg. Heyrðu, þá erum við komin í Canvas. Er eitthvað spurningar spunagröndina? Ég er ekkert með megin spunagrönd í dag. Heyrðu, þá skulum við dempa okkur í Canvas. Og ég ætla að við erum að tala bara Canvasin út frá því, þetta er ekki námskeið í Canvas, þetta er meira bara hvernig við getum nota Canvas, hvernig við getum gert námskeið aðgengilegt og skýrt fyrir nemendur. Og ég er með skjámyndir með aðalega mínum eigin námskeiðum, þannig að þetta er til dæmis bara úr svona vikuskipulag úr einu námskeiðinu hjá mér. Og ég nota alltaf svona í því svona að því mér finnst svolítið grátt, þá er ég með svona lítið, ég geti náð ykkur svona lítil íkon og sett inn. Og svona aðeins að lífga upp á þetta. Hvernig gerum við það? Setjum svona íkon með litum. Byrju, ég heyri ekki. Hvernig gerum við þetta? Að setja svona íkon með litum? Það er gert með því að finna bara svona, þetta heitir, hvað heitir þessi íkon aftur? Hvað heitir þetta? Er svona emoji. Bara þið getur googlað emoji og fundið síður og svo er það bara copy-paste. Já, ok, þetta bara... En þið getur líka sendt á mig post og ég á svona sniðmátt fyrir sem ég er búin að taka saman. Ef þið viljið fá það, þá getur þið sendt á mig. Takk. En það er bara, já, þetta er emoji. Bara farið á emoji, er ekki sama íslensku, emoji. Emoji, ég veit ekki hvernig maður segir þetta á ensku. Emoji. Já, emoji, já, því ég er með spænska framburðin. Heyrðu, hérna erum við með bara spurningum forsíðuna og ámar að vera með forsíðuna sem síðu eða sem námsefniseiningu, svona námseiningu. Þannig að hann byrji á námsefni en ekki á forsíðunni. Og hérna, ef maður er á forsíðunni, þá sjáðu inn á næstunni, þá birtist nefnilega þar, sem er svolítið cool fyrir nemendur, næstu verkefni og tilkynningar. Þetta er bara svona dæmi forsíðu af einu námskeiðinu sem ég er með. Og það er að gera allavega, bara ef þau síðu þá bara getið farið. En það hjálpar, það er svolítið erfitt að gera flottar forsíður nema þið kunni HTML. Þannig að ef þið getið náðu ykkur í grunni í HTML, þá er það mjög gott að þið vil gera flottar forsíður. Canvasin er ekki mjög notendavænn að setja svona upp, maður þarf að fara í kóðan. Og það er svona, ég verið að hjálpa sem þið kennum að gera flottar forsíður og svo ráður ekki við að endurnýja þær. Þannig að það er svona svolítið erfitt. En hérna sjáðu þið á næstunni hérna niðri, að það er hérna, að þá sjáu þið að þar er hérna koma tilkynningar og svona næstu verkefni sem er svolítið cool ef maður er með síðu. Ég held að maður hafði ekki ef maður er með námsefni. Hérna er dæmi svona námsefni síðu. Þá myndi bara þá komið þið bara inn, þá myndi hafa upplýsingar námskeið bara efst ef það væri. Og svo eru þið bara komin inn. Þetta þýðir þetta minni smell fyrir nemandann, það er kostur. Og svo bendi alltaf nefndum á þetta uppi, víkka allt út og draga saman. Þetta er ofboðslega þægilegt. Nefndi fatti þetta ekki. Sáðu þetta ekki, örugglega í vídeónu. Ég fara aðeins tilbaka. Ég misti af þessu, hvað gerðir þetta? Sjáum þetta aðeins tilbaka, hérna. Rauða, víkka allt út og draga saman. Þetta er alveg must. Að geta séð þetta saman og farið svona út með þetta. Og ef þetta er ekki með forsíðuna, þá verður þið bara að hafa það sem myndi hafa forsíðunni, allar upplýsingar hér fremst. Og ég hef séð námskeið sem eru æðisleg og þetta er svo skýrt og líka hinsegin. Þannig að hvað er betra, ég veit ekki. Þarf maður að velja sérstaklega að þessi víkka út, draga saman, takki sjáist eða? Nei, hann er alltaf hann uppi. Já, ok. Víkka út og draga saman, hann er alltaf hann uppi. En maður bara einhvern veginn, bara fattar þetta kannski ekki. Og nemendur eru alltaf að væflast niður og í staðinn fyrir að geta bara smelta hann og draga allt saman og þetta hoppa bara saman. Þannig að það eru svona hlutir.
Því að nú er ég búin að vera nemandi hérna og líka á Akureyri í fjarnámi í síðustu 3 ár og það sem að mér finnst þægilegast er að þegar kennarar gera eins, þó þessi að kenna ólík námskeið og svoleiðis, að maður þurfi ekki alltaf að vera að finna upp á nýtt fyrir hvert námskeið, hvar maður á að leita að því sem á að gera næst. Já. Þá er einmitt svona möguleikar, valfrelsi kennara getur verið til trafala fyrir nemendur. Já. Þetta er að hafa þetta bara eins staðlað. Alveg rétt hjá þér, Albert. Sko, málið er að þetta er einmitt það sem nemendur kvarta mest að þeir segja það að þeir þurfa að læra inn á hvert kennara. Og svo eftirupnum af því þá sé þetta í lagi, en þetta er auðvitað rosalega erfitt fyrir nemendur að lendi þessu og þetta er svona, en það sem að við höfum verið að leggja áherslu á kannski námsleiðir, námsbrautir komið sér saman uppsetningu, því við munum aldrei geta gert það fyrir allan skólan. En þetta er algjörlega rétt, en því meira sem við vinnum saman og gerum hlutin eins, því betra. Það hljómar vel að hafa námsleiðina bara eins. Japp, allan á svona 80-90%. En ef maður notar þessa tengla hérna til hliðar, hérna, heim, tilkynningar, hefur þessa tengla og kennsluáætlun er undir kennsluáætlun, það er til dæmis mjög mikilvægt. Og setur upp svona vikulega undir námsefni og svo koll á kolli, þannig að maður nýtir allan þessa tengla réttan hátt og er þetta kannski ekki rosalega ólíkt, en vandamál er að sumir kennarar gera það ekki. Svo eru sumir með Panopto-vídeó undir Panopto, setja ekki undir vikunar, nefndum finnst það til dæmis verra, en finnst betra að fá það undir vikunar. Þannig að það eru alls konar svona hlutir. Hérna eru tilkynningarnar. Þið þurfa að taka ákvörðun um það, viljið þið hafa tilkynningarnar frá kennara efst á forsíðu eða ekki. Og ég setti hérna rautt í kringum fyrir ykkur, að því að hérna til dæmis, ég svekk þetta að lána hjá henni Guðrúnu, sem var búin að posta núna einu posti núna í haust. Þannig að hennar tilkynning kemur hérna efst. Og hún kemur líka hérna til hliðar eða með svona síðu í forsíðu. Þannig að mér persónulega finnst þetta óþarfi. Og svo geta nemendur alltaf farið undir tilkynningar og skoða þetta. Þannig að, og ef þið viljið breyti þessu, að þá farið undir stillingar á námskeiðinu, hérna neðst, og veljið hérna námskeiðsupplýsingar og skrollið alveg lengst niður, eins neðalóðið komist. Og þarna eru stillingar sem eru lúmsniðar, til dæmis eins og að sýna nýlega tilkynningar á heimasíðu námskeiðs sem að örin er að fara að koma á. Þessa, hérna affaka þetta til dæmis, eða hvort þið vilja hafa eina tilkynningu eða 3 og svo hvað þið eru að leyfa nemendum að gera. Þannig að þetta er svolítið sniðugt, finnst mér. Og mér svona oft forsíðan snyrtilega að hafa þetta ekki, af því að þetta er hérna til hliðar, ef maður er með page, þannig að mér finnst þetta óþarfi. En það er þetta smekksmál. Kennsluáætlunin Canvas að noti þennan tengil. Eins og Albert var að segja, ef allir kennarar hafa kennsluáætlunina hér undir, þá er það vita allir að kennsluáætlun er þarna. Þið getur verið með link í hana frá námsefni, en ekki setja hann upp aftur, ekki vera með sama efni annars staðar, bara link í hana. Og þannig að hugsið þetta sé allt á einum stað. Og svo getið þið nota þessi sniðmátt, sem þið getið náð hérna undir í sína eftir hvernig þið getið náð í það. Og svo að nota námsefni fyrir að setja upp, nemendur finnst rosalega þægilegt að fá svona vikuskipulag og það sem mjög skýrt og ekki bara vika 1 eða vika 2, hafa efnið líka, nemendur á að tala um það. Þeim finnst óþægilegt þeir eru bara ekkert efni. Þau vilja hafa hvað er innihaldið. Þannig að þau séu ekki, muni ekki, var það vika 4 sem var með þetta, þau eru að fletta ykkur upp, þau getur séð það. Og það er þetta rosa skýrt að setja eins og þetta bara 1, 2, 3, 4, 5. Og hérna er eitthvað verkefni að sjá að koma svona hendi í íkoninu í mokkíinu. Hérna er kennsluhlið, þá er svona brosandi kall, aðeins að gaman að nýta þetta svona aðeins. Og hérna er dæmi viku. Hérna er vikuna, það er mjög gott að hafa alltaf svona hvað á að gera í vikunni. Og jafnvel að vera með hæfniviðmið fyrir vikuna. Og þannig að nemendur viti nákvæmlega hvað er að gera í vikunni og viti hvað er ætlast til að þeim.
og svo hérna lesa, horfa. Sumir setja inn verkefnin líka hér. Mér finnst það persónulega óþarfi og ég var eitthvað með netkunnum hjá mínum eiginnemyndum og þeim fannst óþarfi að hafa þetta líka þarna. Þeim fannst nóg að hafa þetta, hérna, hvar voru við með, hérna, að vera með, að því verkefni hérna undir verkefni. Þeim fannst ekki þörf á það, þau kæmu líka undir námsefni. Þannig að þetta auðvitað smekksmál. En þetta einmitt mjög gott að námsleiðina ræði. Þannig að endilega hvetið fólkið ykkar til að tala þetta. Hérna erum við með, ég á að tala verkefnin og það að hafa það svolítið skýrt líka, að nota verkefnin og nota einingarnar og og nota einingarnar og þetta einingar séu það hópurina, nota það og svo undir koma verkefnin. Þannig að nota þessu hópeiningar og hérna ekki með vægin, hann allt reiknast rétt út í einkunnabók og mjög skýrt fyrir nemendur. Bara þetta á að gera í þessari viku, þetta á að gera í þessari viku, þetta á að gera í þessari viku. Þetta óvenju skýrt hjá mér raunar þarna. Og svo við til með umræðunar og þá ég svolítið að pæla í því að við séum með umræðu til námsmats, eins og hérna ég núna undirsjáði verkefni og þar koma umræðunar. Þú sjáur öðru sér tátt fyrir framann sem þýðir það að það partur af umræðinni. En með því að maður fer inn í umræðu, þá þetta stillingaratriði þar að þetta birtist undir verkefni. Ef að námskeiði sem sagt hægt að meta, eða sem maður setur að það meta umræðuna, þess að sýna ykkur þetta. Svo skróla. Þarna fer ég bara í að opna umræðuna til að sýna ykkur stillingarnar, þar vel svo breyta. Það punktarnir 3. Ég smástund að fatta, langt síðan ég opna umræður hefur að þessu, fatta þetta. Kann það að spila? Jú, það punktarnir 3 þarna. Þannig að það stendur ekki í stórum stöðum breyta eins og þegar maður inn í verkefni eða page. Þarna viljum maður breyta. Og þá þetta stillingaratriði það sem maður aðeins að skrolla niður. Þarna viljum maður metið, sjáðu. Ná. Og svo þegar maður skrólar meira niður, að þá velum maður verkefnahópinn hér. Og því sjá, maður getur valið hópinn, hann kemur hana í þessu skrollnir, þannig að þarna velum hann og þá fer þetta sjálfkrafa undir verkefni líka, þá er þetta bæði undir umræður og verkefni. Þannig að endilega ef þau eru að nota umræður í Canvas til námsmat, sem mjög gott, þá tala ekki ef það eitthvað fjarnám í gangi. Japp, og þá skulum við skoða næstu. Námskeiðsdagatal í Canvas, það mjög mikilvægt að allar dagsetningar komi fram. Við erum með 3 dagatöl og því miður að þá talar Ugluðu dagatalið og Canvas dagatalið ekki saman. Ég held að það ekki rétt hjá mér, María? Ég held að það alltaf einhverju breytingar að verða, maður veit aldrei. En allar að síðustu vissi til að ekki saman. En ef þið setja allar dagsetningar inn í ykkar námskeiðdagatal sem tengjast ykkur, þá fá nemendur það inn í heildardagatalinu. Og ég sýndi ykkur bara hérna að hérna nemendasýnin, hún alltaf pílint öðruvísi og ég mæli með því, skoðið alltaf námskeiðin í nemendasýn, skoðið hvernig það lítur út hjá nemendum. Hérna sjá nemendur bara dagatalið fyrir ykkar námskeið og hérna sjá þau fyrir öll dagatalinn og svo hér þau með, þetta fyrir kennara sína, þá þetta hérna niður í sjáði og kannast dagatalið. En þetta fer ekki yfir í og það rosalega gott fyrir nemandan að hafa hana, að geta haft hana, sem sagt, allt á einu stað.
og nemendur kunna með þetta fyrirsjónleika og þeir vilja eins og Albert var að segja, hann væri þetta frábært að námskeiðin væri svo sama en allan innan ykkar námskeið þau skulle hafa uppbygging hverja viku mjög svipaða. Svo nemendur vita alltaf hver þeir finna efnið og það þýðir það að sama uppsetningi hverju viku, þá erum við ánægðari nemendur og færri spurningar í tölvupósti í tímum, sem stórkostur. Og eins og ég hef lent í því að fá ekki neina einustu fyrirspurn fyrsta mánuðin námskeiðinu í fjarnámi sem ég hitt aldrei nemendur og ég var alveg í sjokki einhvern tímann, þá bara fattaði það var svo vel skipulagt hjá mér að það þurfti enginn að senda mér og spyrja mig eitthvað. Þannig að ef ég farin að fá mjög mikið af póstum að spyrja út eitthvað, þá ég einhvern veginn að gera hlutin ekki nógu vel. Og svo bara svona samantekt á þessu, byrjaði á kennsluáætluninni, hún grunnurinn og vandi ykkur við hana, hafði hana skipulagða, skilgreindu hæfnirinn þannig að þau séu mjög skýr, gagt og skugga að maður sé rauður þráður í gegnum það sem þið kennið og það sem þið æfið og það sem þið metið og notaðu Canvas markvisst og það sem nemendinni forgrunn og þú hugsar alltaf hvernig það lítur út úr hann og skoðaðu Canvas í nemenda sín. Og ekki hika við að fá aðstoð og hérna eru tenglar á hvað þið getið fundið efni og aðstoð. Eins og segja, ég sendi ykkur svo bara í post og eftir þannig að þið búin að setja glernar inn og þannig að þið getið náðu þér og bara spurningar umræður núna í lokin.